And everybody say, Amen on this wonderful Friday. Amen. Amen. My life has a little cold, and a lot to do in the hospital and stuff, so a busy day for her. And now we are gonna read Hebrew, and we are gonna go over Hebrew now, and I'm gonna start read from chapter 1 to chapter 3 today. Og við ætlum að fara í Hebreabréfið og lesa það, og við ætlum að byrja á kafla 1 og lesa fram að 3. kafla hér í dag. Og Hebreabréfið mjög guðlegt og skemmtilegt rit. Eitt af mínum uppáhaldsritum í Nýja testamentinu. It's one of my favorite scriptures in the New Testament. I'm going to read that today here, and I'm going to read the first 2 chapters, and my wife is going to finish on reading the 3rd chapter. Og ég ætla að lesa fyrstu 2 kaflana og síðan ætlar kona mín að taka við og lesa 3. kaflan, seinasta kaflan sem við lesum hér í dag. Og like always, we start this, my beautiful wife is gonna start this with a little prayer. Já, Orku Jesús, við leggjum þessu stund í þínar hendur, Drottinn minn. Heilagur Andi, ég bið þess að þú blessi varir okkar Sigga og gefi þeim sem eru heima frið í huga sinn og hjarta sitt og okkur Sigga líka. Og blessir okkur öll í Jesú heilaga nafni. Amen. Já, við ætlum að lyfta 5 nöfnum upp í náðuna. Við ætlum að lyfta Betu, Óskari, Friðriki, Ingþóru og Unnari. Yeah, we ask you to pray for them and lift up God to these names and ask God to bless them, ask the Holy Spirit to come into their lives and bless them. Like we know, God answers our prayers. God knows what they are dealing with, and He will answer that. Og við biðjum ykkur af nöfnin sem við nefnum hér að biðja ykkur að biðja fyrir þeim og biðja Guð að blessa þau og biðja heilagan Anda að stíga inn í þær aðstæður sem þau eru að glíma við og biðja Guð að blessa það. Og eins og vitið þá ansar Guð bænum okkar. Í Jesú nafni, Amen. And everybody say Amen on this wonderful Friday. Amen. It's a Friday night here in Iceland, and so it's a little late. It's been a busy day because there was a big game here in Iceland, so we have to have it a little bit late after, so the game was finished, so people can go to the screen and be here with us. Og við þurftum að fara svolítið seint í dag því að það stóð leikur hér í dag og mikið af fólki að horfa á það og svo við ákveðum að hafa þetta svolítið í seinni partinum í dag til þess að koma góðu fréttunum áleiðis. Í Jesú nafni, Amen. Everybody say Amen. And now I'm gonna start to read from chapter 1 in Hebrew. Við ætlum að byrja að lesa hér í Hebreabréfinu og frá kafla 1. Og megi þetta vera blessun til ykkur og may this be a blessing to you. Guð talaði fyrir oft sinnis og með mörgum móti til feðranna fyrir munn spámanna. En nú í lok þessara daga hefur hann til vor talað í syni sínum sem hann setti erfingi allra hluta. Fyrir hann hefur hann líka heimanna gjört, hann sem
er ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns, hreinsaði oss af syndum vorum og settist til hægri handar hátigni á hæðum. Hann er orðinn englum þeim mun meiri sem hann hefur erfiðum tekið ágætara nafn en þeir. Því að við hvern af englum hefur hann nokkru sinnum sagt: Þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig, eða ég vill vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Og aftur er hann leiðirinn frumgerna inn í heimsbyggðina, segir hann. Og allir englar Guðs skulu tilbiðja hann og mun englana, segir hann. Hann gjörir engla sína að vindum og þjónar sína að eldslógu. En soninn, hásæti þitt, ó Guð, er aldur alda. Afsakið þetta. Já, ég gerði hann. Turn them off. Okay. Excuse us for this disturbing. Hvar var ég? Alda. Já, hásæti þitt og Guð er aldir alda og sprotti réttvísanir er sprotti ríkis þíns. Þú elskar réttlætið og hatar ranglætið. Því hefur Guð þinn, Guð, smurt þig gleðin og olíu fram yfir þína jafningja og þú drottin hefur í upphafi grundvallað jörðina. Og himnarnir eru verk handa þinna. Þeir munu farast en þú varir, allir munu þeir fyrna sem fat og þú munt þá samanvefja eins og mötull. Þá verður skipt sem klæði en þú ert hinn sami og þín ár taka aldrei enda. En við hvern af englum hefur hann nokkur sinnum sagt: Set þig mér til hægri handar, uns ég gjöri óvin þína á fótskort þinni. Eru þeir ekki allir þjónustubundnir andar útsettir í þeirra þarfir sem hjálparæði eiga að erfa? Kafli 2. Þess vegna ber oss að gefa því enn betur gaum við höfum heyrt, svo að eigi berumst vér afleiðis, því að hafi orðið af englum talað reynst stöðugt og hvert afbrot óhlýðni hlotið réttlæti endurgjalds, hvernig fáum vér þá undan komist ef vér vanrækjum slíkt hjálpræði sem drottinn flutti fyrst og var staðfest fyrir oss að þeim er heyrðu. Guð bað jafnframt vitni með þeim með táknum og undrum og margs konar kraftaverkum og gjöfum heilags anda sem útbýtti að vild sinni. Því ekki lagði hann undir engla hinn komandi heim sem við tölum Einhvers staðar er vitnað. Hvað er maður að þú minnist hans, eða mannssonur að þú vitir hans? Skamma stund gerur þú hann englum lægri, þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri, og þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Allt hefur þú lagt undir fætur hans. Með því að leggja allt undir hann, þá hefur hann ekkert það eftir skilið, er ekki séð undir hann lagt. Ennþá sjáum við ekki að allir hlutir séu undir hann lagðir. En við sjáum að Jesús sem skamma stund var gjörður englum lægri, er krýndur vegsemd og heiðri.
vegna dauðans sem hann þoldi, að Guðs náð skyldi hann deyja fyrir alla. Allt til vegna Guðs og fyrir Guð, því varð hann, hann leiðir marga syni til dýrðar að fullkomna með þjáningum, þannig leiðir þá til hjálpræðis. Því að sá sem englar og þeir sem helgaðir verða eru allir frá einum komnir, þess vegna telur hann sér eigið vanvirðu að kalla þá bræður, hann segir: Ég mun kunngjöra nafn þitt bræðrum mínum. Ég mun syngja til lof mitt í söfnuðum og aftur. Ég mun treysta á hann og enn fremur, sjá hér ég og börnin Guð gaf mér. Þar sem nú börnin af holdi og blóði, þá hann sjálfur fengið hlutdeild í mannlegu eðli á sama hátt, til þess að hann með dauða sínum gæti að engu gjört þann sem hefur mátt dauðans, það að segja djöfulli, og frelsa alla þá sem af ótta við dauðan voru undir þrælkun seldir alla sína ævi. Því að víst það að ekki tekur hann að sér englana, en hann tekur að sér afspringi Abrahams. Því var það að hann í öllum greinum átti að verða líkur bræðrum sínum, svo hann yrði miskunnarsamur og trúr, æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði, til þess að friðdagi að fyrir syndir lýsir. Sjálfur hefur hann þjáðst og hann freistað, og hans verið freistað. Þess vegna hann fær að hjálpa þeim verða fyrir freistingu. Og kafli 3. Bræður heilagir, þið eru hluttakar himneskar köllunar. Gefið því gætur að Jesú postula og æðstapresti játningar vorar. Hann var trúr þeim hafði skipað hann, eins og Móse var það líka í öllu hans húsi. En hann verður meiri dýrðar en Móse, eins og sá húsið gjörði, á meiri heiður en húsið sjálft. Sérhvert hús gjört af einhverjum, en Guð sá, sem allt hefur gjört. Móse var að sönnu trúr í öllu hans húsi, eins og þjónn til vitnisburðar það sem átti að vera talað, en Kristur eins og sonur yfir húsi hans. Og hans hús vér, ef vér höldum djörfungin og vonunni sem vér miklumst af. Því það eins og heilagur andi segir: Ef þér heyri raust hans í dag, þá forherðið ekki hjörtu yðar eins og uppreisninni á degi freistingarinnar á eyðimörkinni. Þar sem feður yðar freistuðu mín og reyndu mig, þótt þeir fengi að sjá verki mín í 40 ár. Þess vegna varð ég gramur kynslóð þessari og sagði: Án afláts villast þeir í hjörtum sínum. Þeir þekktu ekki vegu minna og ég sór í bræði minni, eigi skulu þeir ganga til hvíldar minnar. Gæti þess bræður að enginn yðar búi yfir vondu vantrúðu hjarta og falli frá lifanda Guði. Áminnið heldur hver annað hvern dag á meðan enn heitir í dag. Til þess að enginn yðar forherðist af táli syndarinnar, því að við erum orðnir hluttakar Krists svo framarlega sem við höldum staðfastlega allt til enda trausti voru, eins og það var í upphafi. Sagt ef þér heyri raust hans í dag, þá forherðið ekki hjörtun yðar. Þetta sælanda. Ég að reyna að sjá hvað við að segja. Já, það var ekki bara að segja hæ bara, kannski bara hæ. Og tilkynning. Já. Ef þér heyri raust hans í dag, þá forherðist ekki hjörtu yðar eins og í uppreisninni.
Hverjir voru þá þeir sem heyrt höfðu og gjörðu þá uppreisn? Voru það ekki einmitt allir þeir sem höfðu farið af Egyptalandi fyrir tilstilli Móse? Og hverjum var hann gramur í 40 ár? Var það ekki þeim sem syndgað höfðu og báru beinina á eyðimerkinu? Og hverjum sór hann að eigi skyldu þeir ganga inn til hvíldar hans, nema hinum óhlýðnu? Við sjáum að sakir vantrúðar fengu þeir eigi gengið inn. Í Jesú nafni. Amen. In Jesus' name, amen. And now we are gonna play this in King James 16:11. Æi, það var ungu maður. There was a young man who was sending me a message here. A young man that I know died today. We send our donations to the families and the sorrows. We pray that God give them blessing on this sad moment. Og við vorum að fá skilaboð að vinur minn hafði dáið í dag og ég er búinn að fá nafnið á honum og við munum biðja fyrir honum og við Guð blessa fjölskyldu hans og sorgarfréttir. Beint í vá. Sorglegt, sko, vá. Sorglegt. Já. Sad news that my friend was just dying today. It's like, and but God will bless them and help them on this sad moment, the families. We give our greetings to the family and may God bless them. May Guð blessa þau á svo sorgarstundu og fjölskyldu þeirra. Í Jesú nafni, amen, and everybody say amen. And now I'm gonna play this in King James 16:11, the chapter we were reading. Bara setja þetta á. A letter to the Hebrews, chapter 1. God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds, who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high, being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. For unto which of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee? And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. And again, when he bringeth in the first begotten into the world, he saith, And let all the angels of God worship him. And of the angels he saith, Who maketh his angels spirits and his ministers a flame of fire? But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is for ever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Thou hast loved righteousness, and hated iniquity. Therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. And thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands. They shall perish, but thou remainest, and they all shall wax old as doth a garment, and as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed. But thou art the same, and thy years shall not fail. But to which of the angels said he at any time, Sit on my right hand,
until I make thine enemies thy footstool. Are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Hebrews 2. Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him, God also bearing them witness both with signs and wonders, and with divers miracles, and gifts of the Holy Ghost according to his own will? For unto the angels hath he not put in subjection the world to come, whereof we speak. But one in a certain place testified, saying, What is man, that thou art mindful of him? Or the Son of Man, that thou visitest him? Thou madest him a little lower than the angels. Thou crownest him with glory and honor, and didst set him over the works of thy hands. Thou hast put all things in subjection under his feet. For in that he put all in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we see not yet all things put under him. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, should taste death for every man. For it became him for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. For both he that sanctified, and they who are sanctified are all of one, for which cause he is not ashamed to call them brethren, saying, I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the church will I sing praise unto thee. And again, I will put my trust in him. And again, behold, I and the children which God hath given me. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil, and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. For verily he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. Wherefore in all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. For in that he himself hath suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. Hebrews 3. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus, who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house. For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who hath builded the house hath more honor than the house. For every house is builded by some man, but he that built all things is God. And Moses verily was faithful in all his house, as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken after. But Christ as the Son over his own house, whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. Wherefore, as the Holy Ghost saith, Today, if ye will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness, when your fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years. Wherefore I was grieved with that generation, and said, They do always err in their heart, and they have not known my ways. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God. But exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. While it is said, Today, if ye will hear his voice, harden not your hearts as in the provocation. For some, when they had heard, did provoke.
howbeit not all that came out of Egypt by Moses. But with whom was he grieved 40 years? Was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness? And to whom sware he that they should not enter into his rest? But to them that believed not. So we see that they could not enter in because of unbelief. Yes, er það ekki? Chapter 3. Hebrews 4. Yes, Í Jesú nafni, amen. Amen. Everybody say amen on this wonderful Friday. What like not good news. And we're gonna pray for this family, and we're gonna do that in this sad moment. Og við munum biðja fyrir fjölskyldu þeirra og við sendum okkar innmjölu samúðarkveðjur á þessum sorgardegi. We keep on spreading the good news. That's our mission here, and the messages that you send us, we are going to pray for you and send us messages if we need something to pray for, we will do so. Yeah. Og sendi okkur skilaboð og hérna að þið viljið láta biðja fyrir fólki og þá munum við nefna þau nöfn og við förum í útsendingu á mánudaginn og þá munum við nefna þau nöfn og biðja fyrir þeim famíljum sem þarf að biðja fyrir í Jesú nafni. Amen. And everybody say amen on this wonderful Friday. Amen. But if you haven't received God into your heart, I'm going to give you the opportunity today to have these words after me, because God promised, if you believe in your heart that Jesus rose on the third day and he died for your sins, and he's still alive today, and you believe in him, then if you have these words after me, he's gonna come into your heart, and then you can get his blessings and you can pray to him because you believe in him, and that's the promise that he gives us. Og núna þú sem ert að hlusta, ég ætla að gefa þér tækifæri á því að hafa þessu orð eftir mér, að ef þú trúir því að Jesú Kristur hafi farið á krossinn og hann hafi dáið fyrir syndir þínar og hann hafi risið á þriðja degi og hann sé lifandi í dag, og þú trúir það í hjarta þínu og hefur þessu orð, og þá mun Guð koma inn í hjartað þitt og þá getur við biðið til hans og Guð mun hjálpa þér, alveg svo okkur öllum hinnum kristnu, að við biðjum til hans og hann blessar okkur með bænum okkar og hann svarar okkar bænum. Í Jesú nafni, amen. And everybody say amen. On this wonderful Friday. Yeah. So have these words after me, and I'm going to start this in Icelandic with a salvation prayer. Og ég ætla að byrja þessa bæn, frelsisbænin, og ég ætla að byrja hana á íslensku. Ég ætla að fara með hana á íslensku fyrst fyrir ykkur. Og hafið þessi orð eftir mér sem hafið ekki tekið við Guðinn í hjarta ykkar, og þá mun Guð koma inn í hjarta ykkar. Í Jesú nafni, amen. Drottinn Jesús. Drottinn Jesús. Ég trúi að þú ert sonur Guðs. Ég trúi á sonu Guðs. Ég trúi að þú dóst á krossinum fyrir syndir mínar. Ég trúi að þú dóst á krossinum fyrir syndir mínar. Og dýrmætt blóð þitt hreinsar mig allri synd. Og dýrmætt blóð þitt hreinsar mig allri synd. Ég trúi að þú reist upp frá dauðum til lífs. Ég trúi að þú reist upp frá dauðum til lífs. Jesús. Jesús. Ég bið þig að fyrirgefa mig syndir mínar. Ég bið þig að fyrirgefa mig syndir mínar. Og þóa mig algjörlega með blóði þínu. Og þóa mig algjörlega með blóði þínu. Hreinsaði hjarta mitt. Hreinsaði hjarta mitt. Endurnýjaði anda minn.
endurnýjaðu anda minn og gerðu mig að nýrri manneskju í þér. og gerðu mig að nýrri manneskju í þér. Ég opna hjarta mitt nú Ég opna hjarta mitt nú og bið að koma inn í líf mitt. og ég bið að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vil ég fylgja þér, Frá þessum degi vil ég fylgja þér, elska þig elska þig og lifa samkvæmt orðið þínu. og lifa samkvæmt orði þínu. Takka þér, Jesús, Þakka þér, Jesús, fyrir að með blóðið þínu fyrir að með blóði þínu er ég hreinsuð, er ég hreinsuð, fyrirgefin, fyrirgefin, endurfæddur endurfæddur og elskaður af þér. og elskaður af þér. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Amen. Og þú voru að fara með þessa bæn. Vertu velkomin í Guðs ríki Amen. og Guð mun blessa þig. Í Jesú nafni. Amen. And now I'm going to take the salvation prayer in English, so have these words after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all my sin. and that your precious blood cleansed me from all my sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, I ask you to forgive me for all my sins Jesus, I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now, I open my heart now, and I ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' name, amen. And everybody say amen on this beautiful Friday. Amen. Yeah. And I recommend that I was listening to my friend Ken MacDonald. We got to be best friends after he came out of prison after 29 years. And just a few months after he came out, that we met here I contacted him and we talked together, and he had I put on Facebook his testimony, and it's a very powerful testimony that he's talking about, and how he met God. He never wrote the Bible, nothing like this, and God met him when he was in prison. And this is a very strong story. He died for 20 minutes and he woke up, but nobody had an answer why his brain was not dead and how he was alive. And he tells what happened to him when he was on the other side. And this, I recommend that you go on Facebook, to my Facebook page, and listen to his testimony. He's a very loving God spirit man today, and we got to be best friends. Amazing, he's an amazing person. I recommend that you listen to this testimony. Og ég mæli með að þið Ken, vinn minn sem ég kynntist eftir að hann hafi verið í 29 ár í fangelsi, að hann frelsaðist í
í fangelsi eftir að búin að vera þar í 27 ár og hann slapp eftir 29 ár úr fangelsi sem hann átti nú ekki að ske en hann var sýknaður og honum var hleypt út og hann er með rosa vitnisburð og hann dó í yfir 20 mínútur og vaknaði síðan aftur og hefur svaka sögu að segja þegar hann var dáinn. Fór í gegnum svaka lífsreynslu og hann hafði aldrei lesið Biblíu eða eitt né neitt og vissi ekki neitt orðið og vissi ekkert Guð. Og þetta er svaka saga og hann er alveg virkilegur Guðsmaður og fylltur af heilögum anda og virkilega gott að hlusta á hann. Það var mikil lífsreynsla fyrir hann og mæli eindregið með því að þið farið á Facebook síðuna mína og kíkið á og hlustið á vitnisburðinn hans. Í Jesú nafni, amen. Vali! Always something going on when we are here live, but that's how God wants it. And we don't change that. We are just spreading the good news and Amen. Amen, and always something comes up. Yeah. And now we are going to finish this with the Það samt, nú spyrir hérna á YouTube sko. YouTube í saman. Spyrir hvort þú getur lesið kommentið. Can you please read my comment? Hún er með 3 kommentir sem er hana. Farðu. Hún er bara með þessi 3. Svo, þú veist. Það er bara þessi. Sorry. Veit ekki hvað hann sagði 6-7, en þetta er eitthvað tískor hjá Ólafi. En það getur bara sagt. Já, ok. Þetta er, hvað, nafnið Veronica? Veronica, we already read your message. Yeah, we love you too. We love you too. And, Yeah. Like we say, we go over everything because we are a team here and we are Christians, so we read the messages that you send us and we go over them and we will pray for you and we love you guys. And always remember one thing, always tell your loved ones, your wife and your kids that you love them and your family, you love them and pray for them. If you are the man of the house, pray for your family. And another thing, pray for your neighbor and love your neighbor and pray for your enemy and then God is gonna bless you because all of us are children of God. God made us, He's our creator and He made all of us and He loves all of us. And there's no exception, it's all of us. There's nobody higher than somebody else. He loves you and He loves me and that's God. And God's love is unlimited and His grace is over you. And it doesn't matter what you have done, He's always gonna forgive. And that's His promise. Og munið að
biðja fyrir ástvinum ykkar og fjölskyldu, konu ykkar og börnum og þú sem ert maðurinn á heimilinu, húsbóndinn á heimilinu, að biðja fyrir fjölskyldu þinni og einnig biðja fyrir náunganum og elska náunga þeim og biðja fyrir óvinninum því þá mun Guð blessa þig því að við erum öll Guðs börn. Við erum sköpun hans. Það er enginn yfir annan hafinn. Við erum öll jöfn fyrir Guði og Guð elskar okkur öll jafn mikið. Og ást hans er endalaus því náðin hans er endalaus. Og það er það góða við Guð. Guð elskar okkur. Í Jesú heilaga nafni, það er ekki að við elskum, en ást hans er mikið meiri heldur en við getum nokkurn tíma gefið. Því eins og Jesús segir, engin maður er góður maður, en Guð er algóður. Í Jesú nafni, amen, and everybody say amen on this beautiful Friday. Amen. And now we are gonna end this on the prayer that Jesus taught us. And my wife, my beautiful wife, always ends this with the prayer. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglega brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og vorar skuldanutum. Hald þú oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. And we're gonna see you on Monday. So if you have some questions, something, then send them in and we will answer them. In Jesus' name, amen. And we love you, and we love you here from Iceland, og við elskum ykkur hérna á Íslandi og sérstaklega kveðjur til fjölskyldu og innilega samúðar kveðjur, og við elskum ykkur og bye bye. Bye. Come.